Útskriftarefni, foreldrar, aðstandendur, starfsfólk skólans, skólanefnd, 10, 20, 25, 30, 40, 45 og 50 ára afmælisárgangar og þið sem fylgist með gegnum streymi. Gleðilega hátíð og verið velkomin til þessara brautskráningarraðarnar Menntaskólans á Ísafirði. Kæru útskriftarefni, í dag ykkar dagur. Dagurinn sem þið hafið beðið eftir. Það svo merkilegt með dagana að það eru sumir dagar sem bara líða hjá og svo dagar eins og þessi, útskriftardagurinn ykkar, dagar sem við munum. Dagurinn í dag markar stór tímamót og við öll sem hér erum í dag fögnum með ykkur. Þið megið sannarlega vera stolt af árangrinum sem þið hafið náð. Við munum hefja þessa athöfn á því að skýrsla skólans verður flutt og það Dóra Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólameistari sem mun flytja hana. Gjörðu svo vel. Ágætu tilheyrendur, ég mun nú flytja skýrslu skólans fyrir skólaárið 2025 til 2026 og fara yfir það helsta sem staðið hefur upp úr í starfi skólans í vetur. Á haustun voru alls rúmlega 600 nemendur skráðir í nám við skólan en á vorum voru þeir nokkuð færri eða 550. Ríflega 200 nemendur stunda nám í dagskóla og skiptast nokkuð jafnt milli verknáms og bóknáms. Aðrir nemendur eru í fjarnámi eða lotubundnu dreifnámi í iðn- og verkgreinum. Heimavist MÍ hefur verið vel nýtt síðastliðinn vetur. Öll herbergi heimavistar voru í fullri notkun og meira að segja tvímenn í þó nokkur þeirra. Aðsókn að heimavist hefur aukist jafnt og þétt síðustu misseri sem má að hluta til rekja til bættra samgangna innan Vestfjarða. Menntaskólinn á Ísafirði var settur í 57. sinn þann 19. ágúst síðastliðinn. Stuttu seinna var haldið með 65 nýnema í dagsferð á Suðurfirðina. Nýnemaferðin hefur reynst góð leið til að hrista saman nemendur sem komu að þessu sinni úr 10 ólíkum grunnskólum. Í september voru MÍ-leikarnir haldnir í fyrsta sinn. Leikarnir eru haldnir að fyrirmynd Flóafárs í Fjölbrautaskóla Suðurlands og tókust svo vel að stefnt að því að gera þá að árlegum viðburði. Leikarnir fóru þannig fram að nemendum var skipt handahófskennt í lið sem að spreyttu sig á fjölbreyttum þrautum sem starfsfólk hafði undirbúið víðsvegar skólann. Öflugur liðsandi var í fyrirrúmi og þrátt fyrir mikla samkeppni var það gleði og samheldni sem reyndi skipta mestu máli. Á haustönn leit út fyrir að áform byggingu nýs verknámshús færi loks að þokast áfram. Eftir 2 heimsóknir frá Guðmundi Inga Kristinssyni, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, var í lok nóvember sett fram ítarleg framkvæmdaáætlun sem gerði ráð fyrir verklokum mitt ár 2028. En áætlun jú bara áætlun og síðan hefur lítið gerst. Við bíðum því enn eftir að framkvæmdir hefjist og höldum áfram að þrýsta á málið með óbilandi trú og þá sterku sýn að bætt aðstaða muni efla Menntaskólann á Ísafirði til framtíðar. En nýtt hús og bætt aðstaða eflir ekki bara skólann. Atvinnulífið og samfélögin á Vestfjörðum munu njóta góðs af þeirri fjölbreyttu og framúrskarandi menntun sem hægt verður að bjóða upp á. Menntaskólinn á Ísafirði mikilvægur hlekkur í uppbyggingu atvinnulífs og hækkun menntunarstigs á Vestfjörðum. Við erum þakklát fyrir þann stuðning og velvilja sem við finnum sterkt fyrir hér í okkar nærumhverfi. Stuðningurinn af ýmsum toga, móttaka nemenda í vettvangsferðum, styrkir fyrir verkefnum og gjafir af ýmsu tagi. Síðastliðinn vetur höfum fengið fjölmargar áhugaverðar heimsóknir og einnig veglegar gjafir á búnaði til verknáms. Þá hafa fjölmargir nemendahópar fengið að fara í heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir með sínum kennurum. Slíkur stuðningur ómetanlegur og gefur skólastarfinu breidd sem nemendur njóta góðs af. Þá
Þá ótalinn stuðningur frá iðnaðarmannaráðinu okkar sem við köllum svo. Það skipa fulltrúar úr atvinnulífi sem tengjast þeim iðngreinum sem við kennum og eru þau reglulega boðuð á fundi til skrafs og ráðagerða uppbyggingu verknáms við skólann. Menntaskólinn á Ísafirði hefur lengi haft það að leiðarljósi að bregðast við þörfum atvinnulífs og samfélags. Þannig það eitt af sérkennum skólans að bjóða upp á fjölbreyttara nám en gengur og gerist í framhaldsskólum sem ekki eru eins einangraðir landfræðilega á MÍ. Það stefnumarkandi afstaða stjórnenda skólans að halda úti fjölbreyttu námsframboði sem í takt við þarfir nærsamfélagsins hverju sinni. Við þurftum því ekki að hugsa okkur lengi þegar til okkar var leitað með að bjóða upp á nám fyrir leikskólaliða og stuðningsfulltrúa. Mikill skortur á fagmenntuðu fólki í leikskólum á Vestfjörðum og hefur þeim farið verulega fækkandi síðustu 2 áratugi eða svo. Í haust verður boðið upp á 2 nýjar námsleiðir á svokölluðum þjónustubrautum, annars vegar leikskólaliða og hins vegar stuðningsfulltrúa. Af fjölbreyttu námsframboði skólans má einnig nefna þau gleðilegu tímamót að í dag útskrifum við fyrstu rafvirkjana frá skólanum síðan Menntaskólinn og Iðnskóli Ísafjarðar sameinuðust árið 1987. Fljótlega stefnir svo í að við útskrifum nemendur úr múraraiðn sem nýtt nám hjá okkur og einnig nemendur með vélstjórnarréttindi á B-stigi en því námi hefur reynst erfitt að halda úti vegna skorts á kennurum. Ýmis þróunarverkefni og umbótastarf hefur verið í gangi í vetur. Stór innri úttekt á námi á stúdentsprófsbrautum skólans stóð yfir frá nóvember og fram í mars. Úttektin náði yfir ýmsa þætti, meðal annars kennslu, skipulag, námsframvindu, upplifun nemenda og kennara og samanburð við ytri kröfur og önnur skólastig. Markmið úttektarinnar var meðal annars að skoða hvernig starfsemi bóknámsbrauta samræmist kröfum aðalnámskrár, greina stöðu nemenda og kennara og skapa grundvöll fyrir frekari þróun og umbætur í skólastarfinu. Ýmsar tillögur hefur verið lagðar fram í kjölfar úttektarinnar sem unnið verður nánar úr á næsta skólaári. Þróunarsjóður innflytjendamála hefur stutt dyggilega við ýmis verkefni innan skólans undanfarin misseri. Á skólaárinu fengum við veglegan styrk úr sjóðnum fyrir verkefnið Gefum íslensku séns í MÍ sem hefur verið í mótun innan skólans undanfarin 2 skólaár. Markmiðið að nemendur sem að læra íslensku sem annað mál fái stuðning og skilning þeirra sem hafa vald á íslensku, auk þess sem því ætlað að vekja samfélagi til vitundar það hvernig við getum öll stuðlað að framförum fólks í íslensku. Samstarfið íbúa á Hlíf í þessu verkefni hefur gefist einstaklega vel og verður vonandi framhald á því á næsta skólaári. Menntaskólinn á Ísafirði og Tækniskólinn hafa hlotið samstarfs- og nýsköpunarstyrk frá Mennta- og barnamálaráðuneytinu vegna verkefnis sem ber heitið Íslensku mót. Það miðar að þróun nýrra leiða í íslenskunámi nemenda með erlent móðurmál. Hluti af verkefninu ferð í haust á Laugar í Sælingsdal, þar sem nemendur og kennarar skólanna 2 munu hittast og vinna ýmis fjölbreytt verkefni með áherslu á gæða íslenskunám, tengslamyndun og félagsfærni. Fleiri spennandi þróunarverkefni eru á teikniborðinu því MÍ hlaut í vor myndarlega úthlutun úr sprotasjóði Rannís. Sá styrkur fyrir metnaðarfullu verkefni þróun kennsluhátta og námsmats með áherslu á virkni, valdeflingu og gagnrýna hugsun nemenda. Byggt verður á grunni leiðsagnanáms og unnið með þekkta hugmyndafræði sem á ensku kallast design thinking eða hönnunar hugsun. Kennarar munu starfa saman að þróun og innleiðingu nýrra kennsluaðferða og námsmats með það markmiði að móta lausnir sem nýtast bæði í dagskóla og fjarnámi og styðja heilindi, ábyrgð og helgun í námi. Jafnframt verður horft til breytts tækniumhverfis með tilkomu gervigreindar og hvernig nýta megi hana á ábyrgan og uppbyggilegan hátt í skólastarfinu. Og meira af samstarfi og skólaþróun. Í vetur voru settar upp 4 sólarsellur framan við bóknámshús MÍ og blasa þær nú við fólki sem á leið Skutulsfjarðarbraut. Þessar sellur eru settar upp í samvinnu við Orkubú Vestfjarða og Bláma
og eiga nýtast sem lærdómstæki fyrir nemendur í hinum ýmsu greinum sem og þverfaglegum áföngum. Nemendur í húsasmíði, rafeingreinum og stálsmíði tóku virkan þátt í uppsetningu þeirra og gangsetningu og nú framleiða þeir rafmagn sem flyst beint inn á rafhjól skólans. Upplýsingar framleiðsluna eru aðgengilegar í rauntíma en verður einnig safnað saman í gagnasafn sem hægt verður að nýta í hin ýmsu nemendaverkefni. Það verður spennandi að sjá hvernig nemendum tekst að vinna úr gögnunum og túlka þau. Fljótlega geta áhugasamir einnig fylgst beint með orkuframleiðslunni á heimasíðu skólans. Það er af nægu að taka þegar farið er verkefni skólans í alþjóðlegu samstarfi, en skólinn er aðili að styrkja áætlun Evrópusambandsins Erasmus+. 4 nemendahópar héldu utan á skólaárinu, nemendur í sögu fóru til Frakklands, nemendur í listgreinum til Finnlands, nemendur á starfsbraut til Írlands og nemendur í áfanga heimildamindir til Barcelona á Spáni. Við fengum heimsókn frá vinaskólum í Frakklandi annars vegar og Finnlandi hins vegar og einnig fengum við 3 starfsnema, 1 frá Finnlandi og 2 frá Danmörku. Þá eru ótaldar starfsspeglunaferðir sem starfsfólki stendur til boða en slík verkefni geta gert mikið fyrir starfsþróun og reglulega endurmenntun starfsfólks. 2 skólafundir voru haldnir á skólaárinu, 1 að hausti og annar að vori. Skólafundir eru bundnir í lögum framhaldsskóla og skulu haldnir að minnstakosti einu sinni á ári. Markmið fundanna er að fá fram sjónarhorn nemenda á hin ýmsu málefni sem tengja skólastarfinu. Á fundi haustanar var spurt: skiptir menntun máli? Flutt voru innslög frá nýlega útskrifuðum nemendum skólans en einnig sátu í pallborði 2 fyrrverandi nemendur og 1 núverandi og svöruðu spurningum úr sal. Flestir sem tóku til máls voru sammála að það skiptir ekki öllu máli hvað maður velur að læra, á hvaða braut maður er eða hvort maður fer í háskólanám eða starfsnám. Það sem skiptir mestu máli er að leggja sig fram í því sem maður tekur sér fyrir hendur. Allt sem við lærum mun á endanum nýtast okkur á einn eða annan hátt. Á skólafundi vorannar var þemað forvarnir, félagslíf og betri skóli og var sá fundur haldinn með þjóðfundarsniði. Á fundinum kom skýrt og greinilega í ljós að það er mikill einhugur hjá nemendum hvað er allra brýnast að bæta í MÍ. En það er að það eru alltaf fá bílastæði við skólann. Á heildina litið voru nemendur ánægðir með starfsfólk og félagslífið en ýmsar gagnlegar tillögur komu fram sem unnið verður úr áfram. Ein þeirra er strax komin í farveg en það er ósk fleiri stóla í gryfjuna og nú hefur verið sett af stað söfnun undir yfirskriftinni Getum við stólað á þig? En það er hópurinn Stöndum saman Vestfirðir sem tók málið í sínar hendur og safnar nú fyrir fleiri stólum í gryfjuna. Félagslíf nemenda hefur verið fjölbreytt í vetur. Veglegur fullveldisfagnaður var haldinn í lok haustanar, einnig hrekkjavökuvika, jólavika og kaffihúsakvöld. Hin sígilda sólhúsvika fór fram í mars og vel heppnuð góðgerðarvika í apríl. Þar söfnuðu nemendur fyrir Jón Atla Magnússon sem berst við illvígt heilaæxli. Skemmst er frá því að segja að öll markmið söfnunarinnar náðust og gott betur. Einn af hápunktum í félagslífi nemenda er alla jafna uppsetning Sólreysuleikritsins. Í ár var fyrir valinu hinn alveg frábæri og hræðilegi harmleikur Rómeó og Júlíu eftir William Shakespeare. Þar var sannarlega ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur. Sýningin heppnaðist afar vel enda mikil vinna og metnaður sem lá að baki uppfærslunni sem Birgitta Birgisdóttir leikstýrði. Við viljum hér með þakka fráfarandi stjórn nemendafélagsins fyrir afar gott samstarf á skólaárinu sem og nemendum öllum fyrir gott og gefandi skólaár. Í febrúar hlaut Menntaskólinn Ísafirði 4. árið í röð viðurkenningu fyrir góðan árangur í könnun samhengis stofnun ársins. Skólinn var í 3. sæti í flokki meðalstóra stofnana fyrir árið 2025 og heldur þar með nafnbótinni fyrirmyndarstofnun.
Tilgangur með vali á stofnun ársins er að taka eftir og verðlauna vinnustaði sem ná framúrskarandi árangri í mannauðsstjórnun. Niðurstöðurnar nýta stjórnum til að vinna að umbótum í stjórnun og starfsumhverfi. Þær veita einnig mikilvægar upplýsingar samanburð við aðrar stofnanir og við í MÍ fögnum góðum árangri og nýtum viðurkenninguna sem drifkraft í áframhaldandi umbætur og uppbyggingu á góðu vinnuumhverfi með fagmennsku og samvinnu að leiðarljósi. Í skýrslu þessari hefur verið stiklað á stóru yfir liðið skólaár. Hægt væri að halda lengi áfram að telja upp viðburði sem standa upp úr. Nemendur héldu til að mynda vörumessu og listasýningu, kynntu lokaverkefni og sýndu heimildarmyndir, svo eitthvað sé nefnt. Við fengum líka ýmsa skemmtilega gesti eins og Guðna T.H. Jóhannesson, Ólaf Stefánsson, Bíetasamtökin, Samtökin 78 og góðar heimsóknir frá lögreglu, Rauða krossinum og björgunarsveitinni. Við þökkum öllum þessum aðila kærlega fyrir þeirra framlag. Í lok þessa skólaárs munu 2 starfsmenn ljúka störfum við skólann. Það eru þær Marta Kristín Pálmadóttir, áfanga- og fjarnámsstjóri og Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir, listgreinakennari. Við þökkum Mörtu Kristínu og Ólöfu Dómhildi kærlega fyrir samstarfið og óskum þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi. Gengið hefur verið frá öllum ráðningum fyrir komandi skólaár og við hlökkum til að halda áfram með öll þau fjölbreyttu verkefni sem eru í farvatninni og þessi skýrsla hefur gert stuttlega grein fyrir. Menntaskólinn á Ísafirði er í sókn og saman höldum við áfram að gera góðan skóla enn betri. Til hagsbóta fyrir ungmenni á Vestfjörðum, iðnað og atvinnulíf og samfélagið allt sem við í MÍ erum svo heppin að tilheyra. Skýrslu skólaársins er nú lokið. Þá er komið að tónlistaratriði. Það er Guðrún Hrafnhildur Steinþórsdóttir sem leikur á píanó, arabesk í E-dur eftir Debussy.
Þá er komið að þessu. Nú fer fram brautskráning og ég ætla að biðja þær Mörtu Kristínu Pálmadóttur, áfanga fjarnámsstjóra, og Ernu Sigrúnu Jónsdóttur námsráðgjafa að koma hér upp og taka þátt í brautskráningunni með mér. Gjörið svo vel. Í dag brautskráum við 60 nemendur af 14 námsbrautum. Af útskriftarnemum eru 40 dagskólanemendur, 4 dreifnámsnemendur og 16 nemendur í fjarnámi sem eru með menntaskólan á Ísafirði sem heimaskóla. 5 nemendur útskrifast af lista- og nýsköpunarbraut, 3 nemendur útskrifast af rafvirkjabraut og 1 nemandi af rafvirkjabraut íþróttasviði, 4 nemendur útskrifast af sjúkraliðabraut, 1 nemandi útskrifast af skipstjórnarbraut B, 6 nemendur útskrifast af stálsmíðabraut og 2 nemendur af stálsmíðabraut íþróttasviði, 5 nemendur útskrifast af vélstjórnarbraut A og 1 nemandi útskrifast af vélstjórnarbraut A íþróttasviði. 45 nemendur útskrifast með stúdentspróf, 2 af félagsvísindabraut, 6 af náttúruvísindabraut og 1 af náttúruvísindabraut íþróttasviði, 24 nemendur af opinni stúdentsbraut, 1 nemandi af opinni stúdentsbraut íþróttasviði og 11 nemendur útskrifast með stúdentspróf af fagbraut. Af þessum útskriftarefnum eru 43 þeirra viðstödd hér í dag. Abdulrahman Al-Badivi, stúdent af opinni stúdentsbraut. Agla Vigdís Atladóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Anna María Ragnarsdóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Anna María hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir lofsverða ástundun, framfarir í námi og félagsstörf, gefin af Ísfirðingafélaginu í Reykjavík til minningar Jón Leós. Benedikt Stefánsson lýkur námi af stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Benedikt fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði. Berglind Björk Sveinsdóttir lýkur námi af rafvirkjabraut. Berglind Björk hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í rafiðngreinum, gefin af Orkubúi Vestfjarða. Berglind Sara Friðbjörnsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Berglind Sara fær góðar kveðjur og rós frá sjúkraliðafélagi Vestfjarða og Nýja testamentið að gjöf frá Gideonfélaginu. Bríet María Ásgrímsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut íþróttasviði. Bríet María hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði. Verðlaun fyrir góðan námsárangur í íslensku sem gefin af Sigurði Óla Rúnarsyni til minningar Ölmu Guðrúnu Frímannsdóttur. Verðlaun fyrir góðan árangur og ástundun á íþróttasviði, gefin af stöðinni Heilsurækt. Verðlaun fyrir góðan námsárangur í félags- og hugvísindagreinum, gefin af Sögufélagi Ísfirðinga og verðlaun fyrir góðan námsárangur í erlendum tungumálum,
Gefendur eru sendiráð Þýskalands og Danmerkur. Brynhildur Laila Ríhá Súnadóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Ebba Þórunn Jónsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Elísa Rún Vilbergsdóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Eydís Una Gretarsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Eydís Una fær góðar kveðjur og rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Guðbjörg Ósk Halldórsdóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Guðbjörg Ósk hlýtur menntaverðlaun Háskóla Íslands fyrir góðan námsárangur á stúdentsprófi, ástundun og elju í námi. Verðlaunahafinn fær styrk sem nemur upphæð skráningagjalds fyrsta skólaárið, kjósi hann að hefja nám við Háskóla Íslands, auk 20.000 króna innegnar í bóksölu stúdenta. Guðjón Ólafur Stefánsson lýkur námi af stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Guðjón Ólafur fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði. Guðrún Vala Atladóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Guðrún Ýr Gretarsdóttir lýkur námi af sjúkraliðabraut. Guðrún Ýr fær góðar kveðjur og rós frá Sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Gunnar Egill Gunnarsson lýkur námi af rafvirkjabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Hjálmar Helgi Jakobsson lýkur námi af stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Hjálmar Helgi fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði. Hjálmar Helgi hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í stálsmíðagreinum. Verðlaunin eru gefin til minningar hjónin Margréti Leósdóttur og Jóhann Júlíusson, gefin af Kristjáni G. Jóhannsyni og Ingu S. Ólafsdóttur. Sjate Filipa da Silva Rosa, stúdent af félagsvísindabraut. Jóhanna Viktoría Harðardóttir, stúdent af náttúruvísindabraut íþróttasviði. Katla Salome Hagbarðsdóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Kristinn Már Guðnason lýkur námi af stálsmíðabraut. Kristinn Már fær gjöf frá járniðnaðarmannafélaginu á Ísafirði. Kristín Natalía Harðardóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Laufey Dís Þórarinsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Linda Kjansdía, stúdent af opinni stúdentsbraut. María Ingudóttir,
lýkur námi af stálsmíðabraut. María fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði og hlýtur einnig verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir seiglu í námi gefin af Landsbankanum. María Sigurðardóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Olivier Míhá Urbanovski, stúdent af náttúruvísindabraut. Olivier hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í líffræðigreinum gefin af Keresis. Patrekur Bjarni Snorrason lýkur námi af rafvirkjabraut íþróttasviði. Patrekur Sölvi Hjaltason lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Pétur Óli Þorvaldsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Rósa María Björnsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Rakel María Björnsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut, afsakið. Rósa María Franklín Magnúsdóttir, stúdent af náttúruvísindabraut. Rósa María hlýtur raungreinaverðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi. Verðlaunahafinn fær niðurfelld skólagjöld fyrstu önnina í námi, kjósi hann að hefja nám við Háskólann í Reykjavík. Saga Eyþórsdóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Saga hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir mikla framfarir, persónulegan stíl, metnað og færni í listgreinum gefin af málningabúðinni. Salvör Sól Jóhannsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Samantha Pól lýkur námi af sjúkraliðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Samantha fær góðar kveðjur og rós frá sjúkraliðafélagi Vestfjarða. Sara Katrín Heiðarsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Stefán Siopong lýkur námi af stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Stefán fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði og einnig verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir framfarir í námi gefin af Íslandsbanka. Svala Katrín Birkisdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Sverrir Bjarki Svavarsson lýkur námi af stálsmíðabraut og stúdentsprófi af fagbraut. Sverrir Bjarki fær gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði. Tinna Dögg Þorbergsdóttir lýkur námi af rafvirkjabraut. Unnur Hafdís Arnþórsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut.
Veigar Árni Jónsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A og skipstjórnarbraut B. Þuríður Brynja Árnadóttir lýkur námi af lista- og nýsköpunarbraut og stúdentsprófi af opinni stúdentsbraut. Auk þess útskrifast eftirfarandi nemendur sem ekki eru viðstaddir hér í dag. Andri Freyr Guðmundsson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Davíð Savitski lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Davíð hlýtur verðlaun Menntaskólans á Ísafirði fyrir góðan námsárangur í vélstjórnargreinum, gefin á hampiðinni sem hann mun nálgast hjá okkur síðar. Ernir Már Hauksson lýkur námi af vélstjórnarbraut A í íþróttasviði. Felix Sömmering er stúdent af opinni stúdentsbraut. Grétar Smári Samúelsson, stúdentspróf af fagbraut. Guðmundur Sævar Vignisson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Gunnar Ingi Hákonarsson, stúdentspróf af fagbraut. Júlía Guðbjörg Gunnarsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Júlían Atli Skott, stúdent af félagsvísindabraut. Júlíus Brynjar Magnússon, stúdentspróf af fagbraut. Lúkas Logi Heimisson, stúdent af opinni stúdentsbraut. Páll Helgi Ingvarsson lýkur námi af vélstjórnarbraut A. Rakel Ír Sigurðardóttir, stúdentspróf af fagbraut. Stanislav Anikæ lýkur námi af stálsmíðabraut og fær Stanislav jafnframt gjöf frá félagi járniðnaðarmanna á Ísafirði. Tinna Elísa Andersen Guðmundsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Þorbjörn Jóhann Helgason, stúdent af opinni stúdentsbraut. Þóra Kolbrún Birgisdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut. Og þá mega útskriftarnemendur setja upp húfurnar sínar. Nú megið þið koma hérna nær og taka myndir, gjörðu svo vel. Það má koma nær. Smá myndatökur hlé, gjörðu svo vel. Jæja, þá er komið að því að upplýsa hvaða nemendur voru með hæstu meðalengun við útskrift. Semídúks skólans með næst hæstu meðalengunina er Berglind Björk Sveinsdóttir með meðalengunina 8,77 og hlýtur hún verðlaun til minningar Guðbjart Guðbjartsson sem gefin eru af Ragnheiði Hákonardóttur, Guðbjarti Ásgeirssyni og fjölskyldu fyrir framúrskarandi námsárangur. Við munum nú veita verðlaun fyrir hæstum meðalengun á stúdentsprófi. Það er aldarafmælissjóður Ísafjarðarbæjar sem gefur verðlaunin. Dúks Menntaskólans á Ísafirði árið 2026
er Bríet María Ásgrímsdóttir, stúdent af opinni stúdentsbraut með meðalengunina 9,28. Bríet María mun nú flytja ávarp. Aðrir útskriftarnemendur mega fá sér sæti. Kæru samnemendur, skólameistari, kennarar, starfsfólk og aðrir gestir. Mér líður eins og ég hafi byrjað í MÍ í fyrradag, en þessi tími er búinn að líða rosalega hratt og allt í einu erum við hér. Ég man að eftir fyrsta árið í skólanum sagði ég við mömmu að ég ætlaði að dúksa, mér datt samt ekki í huga að ég myndi í alvörunni ná því. Það er eins og það hafi verið í gær sem við vorum að reyna að rata skólan og finna réttu stofurnar, muna lykilorðin okkar og láta eins og við vissum alveg hvað við værum að gera. Síðan liðu dagarnir, verkefnin hrönnuðust upp, prófin kom og fóru og allt í einu sitjum við hér í dag að útskrifast. Þegar maður byrjar í menntaskóla hugsa maður oft að 3 ár sé mjög langur tími, en svo líður hann miklu hraðar en maður býst við. Það voru auðvitað dagar þar sem okkur fannst við vera endalaust að læra og með endalaust af verkefnum, en þegar maður lítur tilbaka eru það ekki prófin eða einkunnirnar sem maður man mest eftir. Það eru samræðurnar í matsalnum og gryfjunni, stressið rétt fyrir próf, hláturinn í tímum þegar við áttum kannski alls ekki að vera að hlæja og allar stundirnar sem gerði skóladagana skemmtilegri. Ég held að flest okkar hafi lært meira en það sem stóð í bókunum. Við lærðum hvernig á að takast á við stress, hvernig að halda áfram þegar hlutirnir verða erfiðir og kannski líka hvernig á að skrifa verkefni á síðustu stundu þó maður hafi ætlað að byrja miklu fyrr. Við höfum öll upplifað þennan tíma á mismunandi hátt. Ég vona að hann hafi verið mjög jákvæður hjá öllum og að við tökum með okkur góðar og skemmtilegar minningar. Það er líka skrítið að hugsa til þess að við eigum nú öll eftir að fara mismunandi leiðir. Sumir með framtíðina alveg planaða á meðan aðrir að reyna að átta sig á hvað þau vilja gera næst. Ég held samt að það sé allt í lagi. Við þurfum ekki að hafa allt á hreinu núna. Kannski er það einmitt það sem er spennandi við næsta kafla, að vita ekki alveg hvað framtíðin mun færa okkur. Þótt að sé auðvitað gaman að ná góðum árangri, þá held ég að það sem stendur upp úr í skólagöngunni í MÍ eru klárlega utanlandsferðirnar til Svíþjóðar og Póllands með heiðurinn skólameistara. Nei, tjók. Ég held að séu vinirnir, félagslífið og allt sem við upplifum saman á þessum árum. Böllin, gróskudagarnir, sólriðsuvikan og auðvitað sólriðsurleikriti sé það besta sem ég upplifði í MÍ. Þó okkur finnst skrítið að þessum tíma sé að ljúka, þá held ég líka að flest okkar eftir að sakna hans meira en við gerum okkur grein fyrir núna. Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að vera alltaf til staðar og einnig vil ég óska samnefndum mínum innilega til hamingju með daginn og áfangan. Hlakka til að fagna með ykkur í kvöld. Takk fyrir mig. Þá fáum við tónlistaratriði. Það er Jökull Eydal sem leikur á píanó, Rondo alla Turca eftir Mozart.
Við þökkum Jökli, heyrist í mér? Nei? Já. Við þakkum nú Jökli kærlega fyrir og einnig Guðrúnu Hrafnhildi sem spilaði hér áðan og þess má kannski geta að þau eru bæði nemendur á fyrsta ári við Menntaskólann Ísafirði. Næst komið að ávörpum afmælisárganga. Það Gunnlaugur Jónasson sem flytur ávarp fyrir hönd 20 ára afmælisárgangs og á eftir honum það Halldór Þorgeirsson sem mun flytja ávarp fyrir hönd 50 ára afmælisárgangs. Til hamingju með daginn, kæru útskriftarnemar. Ég fékk skýr fyrirmæli að vera stuttorður og það fékk mig til að hugsa til þessa dags fyrir 20 árum síðan að þá hélt hann Jakob Falur Garðarsson ræðu fyrir hönd þá 20 ára útskriftarnema, hann ekki hérna. Það var mjög löng ræða eins og honum einum með lagið og ég man að ég hugsaði þetta verður pottþétt ég eftir 20 ár. Og hér ég. Ég lærði margt á tíma mínum í MI. Ég lærði til dæmis að ef þú ert að falla á mætingu þá hægt að ganga á fund skólameistara og fá afskrifuð nokkur skróp. Þessa syndaaflausn fékk ég á sínum tíma í skiptum fyrir ofsafenginn reiðilestur af hálfu þáverandi skólameistara, Ólínu Þorvarðardóttur. Þar sem að ekkert satt var að láta í kyrrt liggja og hef ég ekki fengið aðra eins hirtingu síðan. Ég lærði sömuleiðis að þó að þú komist í Gettu betur-liðið að þá eignastu ekki sjálfkrafa fullt af kærustum. En mögulega voru höfðu þau ekkert með Gettu betur að gera. En ég lærði líka að þó að Menntaskólinn á Ísafirði sé ekki stór skóli, að þá það góður skóli. Og þá ekki síst fyrir þess sakir að nám á sér stað á fleiri stöðum en í skólabókum eða innan veggja kennslustofunar. Nám ekki bara bókleg athöfn, nám líka félagsleg athöfn og á sér stað út í samfélaginu. Nám felst í því að taka þátt og tilheyra, því að þannig lífið og lífið nám. Og það eins með lífið og aðrar kennslustundir að ef við flýtum okkur á mikið að þá eru kannski ekki eins vel undirbúin fyrir próf eins og við mögulega þurfum að koma til með að vera. Og þessi árgangur sem að ég tilheyri hefur svo sannarlega ekki farið varhluta af þeim verkefnum og prófum sem að lífið getur lagt fyrir okkur. Mín skilaboð til ykkar, kæru útskriftarnemar, eru því þessi: ekki drífa ykkur. Life is what happens when you're busy making other plans, svo ég vitna nú í John Lennon. Búið til minningar, gerið mistök en lærið af þeim. Og ég ætla að ljúka þessu með lagi sem var alltaf sungið við þetta tilefni, ég veit ekki hvort það sé ennþá. Textin Kætumst meðan kostur Knorra, Sveina og Meyja flokkur. Til hamingju aftur með daginn, skemmtu ykkur vel og fallega í kvöld. Takk fyrir mig. Kæru útskriftarnemar, ég flyt ykkur árnaðaróskir 1976 árgangsins. Við erum 28 hingað komin, samstúdentar og makar, til þess að fagna með ykkur og til þess að endurnýja kynnin. 50 ár til framtíðar miklu lengra heldur 50 ár þegar maður lítur tilbaka. Og ég hvet ykkur til þess að mæta framtíðinni með opnum huga og taka hana í ykkar hendur. Látið ekki úrtölur og ógnarástand í heiminum draga úr ykkur kjark. Ísafjörður hefur verið, og verður ávallt að endurnýja sig. Breytingar það eina sem ekki breytist. Þekking í bestu merkingu þess orðs opnar möguleika á að skapa betri framtíð ef viljinn og samstæðan fyrir hendi. Þegar við gengum héðan út hefðu okkur ekki órað fyrir því að líftækni ætti eftir að skapa meiri verðmæti, fjárhagsleg og
mæld í lífsgæðum úr afla af Vestfjarðamiðum en hefðbundin nýting. Ég efast ekki að þið eruð óþreyju full að beita þeirri menntun og þeirri þjálfun sem þið hafið hlotið hér til þess að takast á við spennandi og krefjandi viðfangsefni. En vináttu og tryggðarböndin sem myndast á námsárunum eru líka verðmæti. Þar tölum við gráhærða fólkið af reynslu. Kennarar hafa einnig mótandi áhrif. Af öðrum ólöstuðum vil ég við þetta tækifæri minnast tveggja þeirra. Guðmundur Jónsson var fastráðinn kennari á okkar tíð, kenndi stærðfræði og aðra raungreinar. Hann er tiltölulega nýláttinn. Hann hafði einstakt lag á að ná til nemanda og setti sig aldrei á stall. Persónulega er ég þakklátur Gvendi Jóns fyrir að gera með þann greiða að fella mig í stærðfræði í 3. bekk. Þegar listafélagið og Sólrissuhátíðin áttu hug minn allan. En hann lét ekki þar við sitja, heldur kom hann mér aftur á sporið með að hjálpa mér að skipuleggja upplesturinn sumarið. Hinn er Axel Karlqvist, eðlisfræðingur, sem lauk meistaraprófi í stærðfræði og eðlisfræði frá Háskólanum í Gießen í Þýskalandi árið 1966. Það var ekki mjög algengt á þeim tíma. Axel gat því miðlað hröðum framförum í eðlisfræði til okkar í ljósi sögunar með eftirminnilegum hætti. Síðan var fjölbreytt flóra stundakennara sem einnig kom við sögu. Það er þyngra en tárum taki að einn þeirra, Hjálmar Helgi Ragnarsson, hafi hvatt okkur. Blessuð sé minning hans. Skólar og samfélag eru ein órofa heild. Skólar mótast af þörfum samtímans en móta hann leið. Saga skólastarfs á Ísafirði er merkileg. Auk tónlistarskólan sem allir þekkja til var á þessum tíma sem við vorum nemar einnig kominn skriður á framboð iðn- og tæknimenntunar í heimabyggð. Það brautryðjendastarf sem þar var unnið var í anda fjölbrautaskólana eins og við þekkjum þá í dag. Og ég verð að segja það að vera vitni að þessari útskrift sýnir raungerir þennan draum sem að menn sáu fyrir sér á þessum tíma. Skrámætti þennan þátt í upprunasögu skólans okkar, líkt og gert var í ágætri bók árin fram að 2008 sem kom út árið 2010. Við viljum að þessi tilefni færa nemendum peningagjöf að upp af rúmlega 200.000 sem við vonum að nýtist til þess að bæta félagsaðstöðu eða til þess að efna til viðburða í skólalífinu. Megi skólalífið í MÍ ætíð vera skapandi, lifandi og gefandi. Og ég bið Heiðrúnu að koma þessu til skila fyrir okkur. Ég bara kem með þetta til þín. Ég þakka fulltrúum afmælisárganga þeim Gunnlaugi og Halldóri fyrir góð orð og vona að þið útskriftarnemendur hafi hlustað vel og áður en þið náðu að blikka augunum, þá verðið þið hér fyrst 20 ára og svo 50 ára. Afmælisárgangar. Kæru útskriftarnemendur, innilega til hamingju með útskriftina. Við í Menntaskólanum á Ísafirði erum stolt af ykkur. Þið eru fjölbreyttur hópur sem endurspegla vel þann fjölbreytileika sem skólasamfélagi okkar byggir á. Þið hafið í dag náð mikilvægum áfanga og þó prófskírteini sem þið fenguð afhent í ráðan sé mikilvægt, þá er kannski enn mikilvægra það sem sést ekki á skírteininu. Vináttan, minningarnar, seglan og sjálfstraustið sem þið hafið byggt upp. Allar stundirnar þegar þið héldu áfram þó þið værið þreytt, óörugg eða jafnvel tilbúin að gefast upp. Sum ykkar fóru beina leið í gegnum námið, önnur þurftu að taka lengri leið.
stoppa, byrja aftur eða finna nýja stefnu. Og þannig er lífið oft. Það fer sjaldnast alveg samkvæmt áætlun. Og kannski sem betur fer, því stundum verða bestu hlutirnir til, einmitt þegar að planið breytist. Það er auðvelt að líta á útskrift sem endastöð, en hún er það svo sannarlega ekki. Hún er upphaf. Og það er svolítið merkilegt með útskriftir. Allir haga sér eins og þið séu nú komið með svörin. Það er auðvitað þannig hjá sumum ykkar, þið vitið nákvæmlega hvað þið viljið gera, en önnur gera það alls ekki og það er líka í lagi að vita ekki alveg hver maður vill verða. Þið þurfið ekki að vera tilbúin fyrir alla framtíðina í dag. Þið þurfið bara að vera tilbúin fyrir næsta skref. Fyrir sum ykkar er næsta skref að fara í áframhaldandi nám. Við höfum heyrt nemendur tala um að fara í háskóla, listaháskóla, lýðháskóla, iðnmeistarnám eða aðra sérhæfingu. Fyrir önnur er næstu skref að ljúka sveinsprófi eða fara beint út á vinnumarkaðinn, þar sem samfélagi býður eftir ykkar þekkingu, reynslu og nálgun. En hvað sem þið gerið, verið það óhrædd við að fylgja hjarta ykkur og draumum. Lífið er of stutt til að eyða því eitthvað sem þið brennið ekki fyrir. Leyfið draumum ykkar að leiða ykkur áfram og hafið trú á að þeir muni rætast. Og hvert sem þið haldið, þá er ágætt að hafa orð Halldórs Laxness og sjálfstæðu fólki í huga að þegar öllu er á botninn hvolft, þá fer allt einhvern veginn, þótt margur efist það á tímabili. Hér í MÍ hafið þið alveg eins og dúksinn okkar og fulltrúi 20 ára afmælisárgangs komið svo skýrt hér inn á áðan, lært margt sem stendur í námskrám, námsbókum og kennurum ykkar, en það er allt hitt sem skiptir ekki minna máli. Að vinna með ólíku fólki, takast á við mótlæti, gera mistök, bera ábyrgð og standa með sjálfum ykkur og öðrum. Þið munið líklega ekki allt sem þið lærðu hér. Það er eðlilegt. Fæst ykkar eiga eftir að nota allar jöfnurnar, öll hugtökin eða allar aðferðirnar aftur. En ég vona að þið munið eftir tilfinningunni að hafa staðið frammi fyrir ykkur sem virtist erfitt og komist í gegnum það. Sú reynsla mun nýtast ykkur aftur og aftur. Það er einmitt þess vegna sem menntunin ykkar skiptir svo miklu máli. Hún er grundvöllur að virkri þátttöku í lífi og samfélagi. Ég vona að þið haldi áfram að læra alla ævi. Ekki bara í skólum, heldur að fólki, reynslu, ferðalögum, mistökum og lífinu sjálfu. Því menntun lýkur aldrei í raun. Og kannski hefur menntun aldrei verið mikilvægur en akkúrat í dag. Því heimurinn sem þið ganginu út í breytist mjög hratt. Þar gæti ég nefnt loftslagsbreytingar, upplýsingaflóð, þverrandi traust á lýðræðinu og ofan á þetta allt gervigreindina. Þið eru líklega fyrsti árgangurinn sem hefur farið í gegnum nær allan framhaldsskólann með gervigreind sem hluta af hversdagslífinu. Og það hefur stundum verið áhugaverð reynsla fyrir okkur sem störfum við skólann, svo vægt sér til orða tekið. Skyndilega fóru sumir nemendur að skila verkefnum sem voru allt of löng, fullkomlega uppbyggð, málfræðilega óaðfinnaleg og með ótrúlega þroskaða niðurstöðu. Verkefni fóru allt í einu að byrja á setningum eins og frá örófi alda hefur mannkyni glímt við flókin siðferðileg álitaefni. Og þá hugsuðu kennararnir ykkar, kannski hefur hér eitthvað kraftaverk gerst. Og mögulega er það fyndnasta við gervigreindina að hún átti jú að gera allt einfaldara og skilvirkara. En í staðinn enduðu kennarar og nemendur í sameiginlegu verkefni. Þar sem annar aðilinn lét tölvu skrifa texta og hinn aðilinn lét aðra tölvu reyna að komast að því hvort tölvan hefði raun skrifa textan. En að öllu gamni slepptu þá er gervigreindin komin til að vera
og í heimi þar sem slík sjálfvirkni vex skiptir miklu máli að við tökumst á við hana og höldum leið áfram að hlúa því sem gerur okkur mannleg. Tökum ábyrgð og beitum sem aldrei fyrr gagnrýnni hugsun. Kannski verður þannig stærsta verkefni ykkar kynslóðar ekki að keppa við tæknina, heldur að muna hvað tæknin getur ekki gert. Tæknin getur ekki sýnt hugrekki. Hún getur ekki verið góði vinur, byggt upp samfélag, tekið ábyrgð eða elskað. Það þurfa ennþá manneskjur að gera. Gervigreindin hefur aldrei kveðið fyrir því að taka próf, verið skilin út undan, mist sjálfstraustið eða orðið ástfangin. Sjálfvirkni gervigreindarinnar getur hjálpað okkur að gera margt hraðar og auðveldar, en hún getur ekki komið í staðinn fyrir það sem skiptir mestu máli, mennskuna. Mennskan verður aldrei sjálfvirk. Þess vegna, kæru útskriftarnemendur, skiptir menntunin ykkar enn og aftur svo miklu máli. Ekki bara vegna hæfninnar sem það öðlast, heldur líka vegna þess hvernig þið velja að nota hana í þessum síbreytilega heimi. Og sá heimur þarf fólk sem þorir að hugsa sjálfstætt. Fólk sem getur unnið með öðrum, sýnt góðvild og samkennd. Heimurinn þarf ekki fleiri sem dæma, heldur fleiri sem reyna að skilja. Heimurinn þarf ekki fleiri sem öskra, hann þarf fleiri sem hlusta. Hann þarf fleiri sem byggja upp og minna af þeim sem rífa niður. Heimurinn þarf fólk sem hugsar aðra og sýnir umburðarlyndi, sem snýst ekki að samþykkja allt, heldur að viðurkenna rétt annarra til að hugsa, lifa og vera til á sínum forsendum. Ég trúi því að þið geti orðið þannig fólk og þið, kæru útskriftarnemendur, hafið alla möguleika til að hafa áhrif á heiminn. Við í Menntaskólanum á Ísafirði vonum að við höfum lagt okkar að mörkum til að svo geti orðið. Við höfum lagt okkur fram að kenna ykkur ekki einungis staðreyndir, aðferðir og hugtök, heldur að ala með ykkur virðingu fyrir sjálfum ykkur og öðrum, metnað fyrir því sem þið takja að ykkur og þið finnir veljiðan í að vera þið sjálf, óháð samanburði eða þrýstingi. Og nú þegar þið haldið út í næsta kafla lífsins, það langar mig að minna ykkur einu sinni enn á það sem ég hef svo oft sagt við ykkur. Þið málið ekki bara hálfan vegginn. Þið málið hann allan. Ekki gera hlutina til hálfs, bara því að það er þægilegra. Gefið ykkur í verkið, sama hvað það er. Muni líka það sem sagði við ykkur í útskriftarkaffinu, þið sem voru þar, þoriði. Þoriði. Þorið að leggja ykkur fram og trúa því að þegar þið gefið allt sem þið eigið, þá gerist eitthvað magnað. Það er ekki víst að það takist alltaf, en það er heldur engin skömm að mistakast, en það er aftur á móti sóun að reyna ekki. Kæru útskriftarnemendur, fyrir hönd starfsfólks Menntaskólans á Ísafirði óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með útskriftina. Ég vil að lokum þakka ykkur fyrir samfylgdina í skólanum. Það hefur verið ómetanlegt að fylgjast með ykkur vaxa og þroskast í gegnum námið. Takk fyrir orkuna, húmorinn, umræðurnar, gleðina og allt lífið sem við hafum fært skólanum okkar. Það hefur verið gaman með ykkur og við eigum eftir að sakna ykkar. Við hlökkum til að fylgjast áfram með ykkur og hvað þið takið ykkur fyrir hendur. Þið, unga fólkið okkar, eruð framtíðin og hún er í góðum höndum með ykkur á leið út í lífið. Farið og bætið heiminn. Kæru útskriftarnemendur og gestir, það er komið að lokum þessara brautskráningarrathafnar. Mig langar að þakka samstjórnendum mínum og starfsfólki sem kom að undirbúningi athafnarinnar fyrir samstarfið og afmælisörgöngum fyrir hlý orð.
Gefendum verðlauna og gjafa þakka ég hlýhug í garð skólans. Ég þakka starfsfólki skólans, nemendum og forráðamönnum fyrir gott samstarf á skólaárinu. Það er komið að skólaslitum og ég segi Menntaskólanum á Ísafirði slitið í 50. og 7. sinn. Það er komið að lokum þessar athafnar. Okkur langar að nýta okkur þetta fallega góða veður og við stjórnendur munum nú labba hér á undan hópnum og við ætlum að labba út og þar geta fjölskyldur samglaðast með sínum útskriftarnema. Það er velkomið að koma hér aftur inn í kirkjuna og taka myndir og síðan er útskriftarfögnuður í kvöld fyrir þau ykkar sem eru að koma þangað. En ég segi þessari athöfn lokið, góðar stundir.